Amen. Amen. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Himneski Faðir, við komum til þín í Jesú nafni. We thank you that you're present here with us. Þökkum við fyrir að þú ert í nærveru þinni með okkur hér. And I pray, Father, you open our hearts Að þú opnir hjört okkar and our minds og hug okkar. to receive the truth of your word today. Að meðtaka sannleikan og orðið þínu í dag. Lord, it's going to be truth. Drottin, það sannleikur. Open our hearts to receive it. Opnaðu hjört okkar til þess að meðtaka. I pray, Father, you would touch my lips with your call. Ég bið að snerta varir mínar með köllun þinni. That only what you once said is said. Allt það sem þú vilt að sé sagt verði sagt. In the manner in which you want it said. Á þann hátt sem þú vilt að sé sagt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. And for your glory. Fyrir þína dýrð. Amen. 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 It's always amazing to come and preach after worship like that. Það dásamlegt að þurfa að koma á eftir lofgjör sem þessi slíkri. And then the person who's leading the worship tells me, God, just give me one more chance to live for you. Og síðan segir lofgjörulauturinn, gefðu mig bara eitt færi til þess að Just one more chance. Bara eitt tækifæri. Today is another chance for you to live for him, to make a decision today. Í dag tækifæri fyrir þig að lifa fyrir hann í dag. It's not tomorrow. It's not the next day. It's today. Ekki á morgun, ekki hinn daginn, það í dag. God is in this place. Guð hér til staðar. He wants to deal with you. He wants to make a transaction with you. He wants to love you. Hann vill eiga við þig, hann vill eiga viðskipti við þig, hann vill elska þig. And he wants you to know how precious you are to him. Og hann vill að þú vitir hversu dásamlega dýrmætur einstaklingur þú ert fyrir honum. Today, as you hear what I'm preaching, Þegar í dag þegar þú hlustar á predikun mína, it's what God is bringing through me. það sem Guð að færa í gegnum mig. You're going to ask him for that second chance of life. Og þá möntu biðja hann þetta annað tækifæri til lífs. Last weekend, I was in a church festival in West Sussex in the United Kingdom. Ég var nýverið í Vestur Sussex í Bretlandi. 35,000 people worshiping God. 35.000 manns lofandi Guð. 35,000 people. 35.000 manns. God is on the move. Guð, hann He's not going to stand still. Hann ekki bara stendur ekki kyrr. Either we're going to change and conform to his ways, Ef við ætlum að mótast eftir hans vegum, or we're going to get left behind. eða ætlum við bara að dragast aftur úr. Not in that you won't go to heaven, Þetta fjallar ekki þú farir ekki til himna, but the potential that God has for your life will not be fulfilled. en möguleiki sem Guð hefur með lífið þitt verður ekki uppfylltur. I was standing there in the worship tent, Ég stóð þarna í tjaldinu og var að lofa með þessu fólki 5-6 hours a day. 5-6 klukkutíma á dag. And on the second day, God says to me, Callum, Og síðar í daginn þá segir Guð við mig, Callum, am I enough for you? ég þér nóg? Am I enough for you, Callum? Ég þér nóg, Callum? You know, the scary thing is, Vitið þið það sem svona óttalegt? in 2010, 2010, we left South Africa to go to the UK. þá fluttum við frá Suður Afríku til Bretlands. We left South Africa with 8 suitcases. Við fórum það með 8 ferðatöskur. 4 big ones, one for me, one for my wife, and one for each of my kids. Og það var ein fyrir mig og fyrir konuna og fyrir börnin okkar. And 4 small ones that goes in the cabin. Og síðan svona flugfreyjutöskur. That was the entirety of what we possessed. Það var aleiga okkar. I had nothing else. Ég átti ekkert annað. And you know what? Og vitið þið hvað? At that point in my life, Á þessu tímapunkti lífs míns, it was the freest I've ever felt. þá hef ég aldrei verið frjálsari. Because I had nothing else but him. Ég átti ekkert nema hann. And on Saturday, Og á laugardaginn, when God asked me that question again, þegar Guð spurði mig þessa spurning aftur, he knew what was coming on Friday this week that just passed. hann vissi hvað myndi koma á föstudeginum. On Friday, we transactioned and completed the sale of our house in Scotland. Á föstudaginn þá seldum við húsið okkar í Skotlandi. Every single one of our debts will be settled. Allar okkar skuldir uppgreiddar. And again, we will stand with nothing. Og aftur þá stöndum við með ekki neitt.
but the excitement that I feel in my heart and my body and my soul and my mind for what God is going to do in the next season Ekkert annað en eftirvænting í hjarta mínu hvað Guð að fara að gera á meðal okkar. is incomprehensible. Þetta næringur, það ekki hægt að hugsa þetta til enda. I stand with nothing, but I have everything in Christ. Ég stend með ekkert en ég á allt í Kristi. So, let's get into the notes. Þannig að við skulum lesa eitthvað af predikuninni. Or maybe we won't. Eða kannski ekki. To live is Christ, to die is gain. Lífið með Kristur, dauðinn ávinningur. Philippians 1:21. Þetta Filippibréfið 1:21. I've often heard the second portion of that pertaining to when we physically die. Og það með ávinningur að deyja. Það ekki svo þess? And to die is gain. Já, það ávinningur að deyja. So we live, it's for Christ. Live is Christ, to die is gain, because we're no longer on earth. We have no more pain, no more suffering, no more worry, nothing. We gain because we are in the presence of the living King. Því ávinningurinn sá að við förum hérna, það engar skuldir, engar áhyggjur, engar sjúkdómar og ekkert, heldur lifum í eilífinu með honum. Amen. 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 But let me put it to you a different way. Leðu mér að segja þetta á annan hátt. To live is Christ and to die is gain. Lífið með Kristur en dauðinn ávinningur. And in Matthew og í Mattheus Matthew 16:24. 16:24. Then Jesus told his disciples, Þá segir hann við lærisveinana sína, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Því að hver sem vill bjarga lífi sinu mun týna því, og hver sem týnir lífi sinu mín vegna mun finna það. For me to live is Christ and to die is gain. Lífið mér Kristur og dauðinn ávinningur. Not that I die in the physical, ekki að ég deyi líkamlega, but the flesh dies. heldur holdið deyr. The old man dies. Gamli maðurinn deyr. We make a constructive decision today that we put the old man to death. Við tökum meðvitað ákvörðun að við setjum gamla mannin á krossin. Because if I lose my life for his sake, Því ef ég tapa lífi mínu fyrir hann, I gain life. þá meðtek ég og eignast líf. So the old man must die. Þannig að gamli maðurinn þarf að deyja. So the right to our licentious living Þannig að réttur okkar allt það sem við erum að lifa fyrir must die. þarf að deyja. We now live according to this. Við lifum núna í takt við orðið. We make conscious decisions that is aligned with the word of God. Að við gerum meðvitaðar ákvarðanir út frá orði Guðs. The difficult decisions Erfiðu ákvarðanirnar. to stop living according to the world's ways. Að hætta að lifa eftir aldarhætti þessa heims. We start to say yes and amen to. Við förum að segja já og amen. Difficult decisions, Erfiðustu ákvarðanirnar. not easy, Ekkert auðvelt við það. accepted in every country in the world, Og þetta gengur sama yfir hvaða þjóð sem but they don't align with the word. En það ekki í línu við orðið. We say no more. Þá segjum við ekki lengur. Lust, gone. Lostinn, farinn. It's gone. We put it to death in the old man. Hann horfinn því að við setjum hann til dauða í gamla manninum. As I was preparing the sermon, Þegar ég var að undirbúa þessa ræðu, I never received the rebuke from God like this in my life. þá hef ég aldrei fengið slíka áminningu frá Guði í lífi mínu. I was having a meeting early in the morning on, I think it was Tuesday morning or Wednesday morning. Þetta var ég var að funda á miðvikudag 15. morgun, maður ekki. And I think my poor colleague felt the wrong side of me getting out of bed. Og samstarfsmaður minn, hann sennilega hélt ég að fara öfugu meginn fram úr. My Scottish passion took over at the beginning of the conversation. Þannig að skoski
skoska eðli mitt byrjaði á And the man is here to tell you it's true. En ég get alveg sagt að þetta var alveg satt sem ég var að segja. And I had to repent in the moment, En ég þurfti að yðrast þarna á staðnum. eat humble pie and say sorry. Og ég þurfti bara að éta auðmýktar kökuna og segja fyrirgefðu. But that's being obedient to God En það þýðir að vera hlýðin Guði and cutting off the flesh. og skera holdið af. Some of us have much more serious decisions to make. Sum okkar eiga jafnvel alvarlegri ákvarðanir frammi fyrir stafni. You know, intercourse and sex outside of marriage is not biblical. Kynlíf utan hjónabands er ekki I'm sorry biblíulegt. to tell you. Fyrirgefðu að ég þurfa að segja þér þetta. We want the fullness of Christ. We want to live and gain life. Then we need to be willing to make the sacrifices because Christ never held anything back on the cross Og ef to að give us life. við viljum fullnustu lífsins í Jésu Kristi þá þurfum við að leggja af það sem að hæfir ekki fullnustu lífsins eins og hann lagði allt í liður á krossinum. I'm sorry. Bara afsakaðu. If you have a problem with that, please take it up with God. Ef þú hefur vandamáli með þetta þá getur þú talað við Guð. I'm sure he'll be happy to have that conversation with you. Ég er alveg viss að hann sé tilbúin að eiga þessa samræðu við þig. But this is it. We have to put the old man to death to gain life. Þetta fjallar akkurat þetta. Við þurfum að krossfesta gamla mannin til þess að eignast lífið í Kristi. And then, for me to live is Christ. Því lífið mér To Kristur. live is Christ. Lífið Kristur. Do we understand the magnitude of that statement? Erum við að átta okkur á mikilvægi þessara setningar? Because when I'm still living in the old man, Því ef ég er ennþá að lifa í gamla manninum, my identity, í auðkenni mínu, who I am, hver ég is defined by world systems. ef að það ákvarðað af heimsins kerfinu, My job title, ef það staða mín í vinnunni, I'm a director of finance. ég Wow. yfirmaður hérna. Oh, great. Oh, I have a nice house. Já, ég á æðislegt hús. Well, I don't have any in the moment. Já, ég á ekkert hús þetta í augnablikinu. Wow, I've got a nice house. Oh, I'm known. I'm famous. Ég er frægur. Wow, everybody in Reykjavik knows who I am. Allir í Reykjavík vita hver ég er. Wonderful. Dásamlegt. Trying to keep up with the neighbors. Að vera betri en fúll á móti. But when I understand that to live is Christ, Þegar ég fyrir að skilja hvaða að lífið mér Kristur, my identity is found in Him. þá auðkynni mitt samofið honum. I have a heavenly Father Ég á himneskan föður who loves me, sem elskar mig, who will not withhold anything from me that is good for me. sem heldur ekki aftur að neinu sem gott fyrir mig. Anything that I need for life and godliness, He's given to me in His Son. Sérhverja þörf hann uppfyllir í syni sínum. There's nothing He will hold back. Það ekkert sem hann heldur aftur. Nothing. Ekkert. I don't need to worry about my titles and my houses and anything else on this earth. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af einhverjum titlum eða húseignum eða hverju sem í þessum heimi. It does not define who I am. Það skilgreinir ekki hver ég er. I'm a son of a king. Ég er sonur konungsins. My father owns the cattle on 1,000 hills. Faðir minn á nautgripin á 1000 hæðum. All my sin, shame, disease, and iniquity is on the cross. Allar mínar syndir á krossinu. Joanna told us it's gone. Jóna var að segja þetta er allt farið. We don't worry about it again unless we bring it onto the table. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu nema við færum þetta aftur upp á borðið. God forgives and forgets. Guð, hann fyrirgefur og hann gleymir því. The person that's reminding you of your sin is not Him, it's the devil. Manneskja sem að minna þig á brotin ekki hann, það djöfullinn. He wants to hold you back. Hann vill halda aftur að þér. But God's saying, no, come into the fullness. En Guð segir nei, komdu inn í fullnustuna. Put all the things of the world away. Sett alltaf heimsins dralti They bara will til go hliðar. strangely dim in the light of His glory and grace as we bring them before Him. Og við getum komið með allt þetta fram fyrir hann. But we have to be willing to be obedient. En við þurfum að vera hlýðin. We have to be willing to pick up our cross every single day. Við þurfum að vera viljug í að taka upp krossin okkar, hver dag. Every day. Hver dag. Not some days. Ekki bara á sunnudögum. So if anyone wants to follow me,
Þannig ef einhver vill fylgja mér, means you have to make a choice. það þýðir að þú þarft að taka ákvörðun. You can choose to follow the flesh and its desires, Þú getur valið að fylgja holdinu og öllum girndunum, or you can obey the Holy Spirit when it rises up within you and you know what you're about to decide is wrong. og þú getur líka valið að fylgja heilögum anda sem talar innra með þér og þú veist hvað er ránt. Life is about choices. Lífið fjallar alltaf ákvarðanir. Good choices, good consequences. Góðar ákvarðanir eða slæmar ákvarðanir. Bad choices, bad consequences. Slæmar ákvarðanir slæmar afleiðingar. It's not complicated. Þetta ekkert flókið, It's very simple. mjög einfalt. All the good choices align with the word. Allar góðu ákvarðanar, þær eru í línu við orð Guðs. If it's contradictory to this, it's not a good choice. Ef á skjön við það sem stendur í orði Guðs, þá þetta ekki góð ákvörðun. Let them deny themselves. Að þeir afneiti sjálfum sér. To deny oneself is to disown oneself as the center of one's existence and to put aside one's own personal desires, ambitions, and plans to put God's will first. Að afneita sjálfum sér þýðir það að þú afneitaðir öllum rétti þínum og þú setur Guð fyrst. To put His will first. Verði hans vilji, það það fyrst og fremst. I can promise you here today, Ég get lofað þér hér í dag God's will for your life að vilji Guðs fyrir lífið will out-succeed your vision or dream for your life. langt umfram það sem þú heldur að sé sýnin fyrir lífið. The ambition that God has for your life, Það sem Guð þráir fyrir þitt líf, the purpose, tilgangurinn, is far bigger than we can ever dream or imagine. miklu meira heldur en við getum nokkuð tíma Because if we could dream and imagine it, Ef að við getum dreymt það og ímyndað okkur það, God wouldn't have to be involved with it. þá þyrfti Guð ekkert að vera þátttakandi í því. Tell it like it is. He's got bigger plans than we even begin to think or imagine. Hann með stærri plön heldur en við getum einu sinni upphugsað. And guess what? He goes before us to prepare the way. Og getið þið hvað? Hann fer á undan okkur að undirbúa farveginn. Yes. Ever been on a cycling team? Hefur ekkert verið í hjólaliði The guy in front, you catch the slipstream. og gæinn sem að fer á undan og þú fer aftanan og So you're þú finnur conserving ekki your eins mikla energy. mótstöðu. You're conserving your energy because he's taking all the wind and all the nonsense that comes your way. He's taking it. Og þú sparar þína orku af því að hann að taka allan mótvindin. God is leading our path. Þannig er Guð að leið okkur og fer í stafni. He's taking all the nonsense, everything. Hann All our tek- sin, all our shame, all our disease, all our inequities, all our inabilities, all our lack. Hann He tek- takes it. Hann tekur allt á sig, all okkar synd, all okkar skömm og allt ójafnræði, hann tekur allt á sig. If you'll get in his slipstream. Ef þú bara stígur inn í strauminn með honum. If we stand on our own way, Ef þú vilt vera á þínum eigin vegum, then we take it all. þá fær þú þetta allt á þig. And that's when we get pain, we get hurt, we get disease, we get sickness, we get inequities, we get depression. All of these things come because we're stepping outside the will of God. Og þar kemur öll þjáningin og sjúkleikin og allt þetta ömulega af því að við stígum út úr vilja Guðs. As we said earlier, we're stepping outside the covenant. Ef við erum að stíga út úr sáttmálunum. God's saying, if you come with me, I go before you. Ef þú kemur með mér þá segir Guð, I ég prepare mun the fara way. fyrir þér. I prepare the way. Ég undirbý You come with me. Þú kemur með mér. I will take you into the promised land. Ég fer með þig inn í fyrirheitnalandið. And take up your cross. Og taka upp krossin. There's a willingness, shows a willingness to face hardship, persecution, shame, and even public humiliation for the sake of Jesus. Að það felur í sér að þú tilbúin að vera jafnvel taka á þig mótbárur þar sem að koma yfir þig móðganir, orðaskak og allt þetta. Jesus said, if you deny me before man, That's right. Ef að þú afneitar mér frammi fyrir mönnum, I will deny you before the Father. þá afneita ég þér frammi fyrir föðunum. There's some hard truths here today, folks. Þetta svolítið beittur sannleikur sem að fer hér fram í dag, vinnir. The cost of discipleship Kostnaðurinn við það að vera lærisveinn,
is that Jesus is teaching us að Jesús að kenna okkur that true discipleship involves a radical commitment and significant sacrifice, not just following his words, but transforming one's entire life. Kostnaður við það að vera lærisveinn felur í sér mikla fórn að leggja allt til hliðar og sem sagt allt það sem að veitir til lífs. It's a daily commitment, as I said earlier. Þetta dagleg fórn, þetta dagleg ákvörðun. Picking up our cross. Að taka upp krossin. What does that mean? Pick up your cross. Hvað þýðir að taka upp krossin? It means we spend time in the Word. Það þýðir að við eyðum tíma í orðinu. We let ourselves be washed by the washing of the Word. Að við leifum orðinu að við erum í orðinu eins og laug vatnsins sem þvær okkur. We spend time in prayer with the God. Við eyðum tíma í bæn með Guði. And we allow him to speak like a two-edged sword into our hearts and minds. Við leifum honum að tala eins og tvíeggja sverðin í hjart okkar. Highlighting things that need to be changed. Og þá hluti sem að þurfa breytingar við. It's not just, oh God, I need this, I need that, I want this, I want that. Þetta fjallar ekki bara Guð, ég þarf þetta og svo við vantar með þetta og svo smá hinu og svo svolítið að þessu. No. Here I am, God. Heldur, hér ég Drottinn. Thank you for everything you've done. Takk fyrir allt það sem þú hefur gert. And thank you that you will change me today. Takk fyrir að þú breytir mér í dag. Speak to me, your son, your daughter. Talaðu við mig sem son þinn eða dóttir. What do we need to change, Father? Hverju þurfum við að breyta, Drottinn? It's personal. It's a one-on-one. Þetta persónulegt, þetta maður og mann. Every day we come into his presence. Hver dag komum við inn í hans nærveru. And open our lives to him. Opnum líf okkar fyrir honum. The best surgeon on the world. Besti skurðlæknir í heimi. To bring his scalpel and cut away the nonsense in our lives. Og hann byrjar að skera burt vitleysunna úr líf okkar. So good. Amen. Hallelujah. So, who knows where we're going now? Ali, could you put that slide up there? You may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Love it. Þú kemst aldrei kannski að því you may never know that Jesus is all you need until kannski Jesus. kemst ekki að því að Jesús allt það sem þú þarft fyrir en Jesús allt það sem þú hefur. So true. Absolutely. When I read that, Þegar ég las þetta, it was like a 10-pound hammer into my heart. þetta var eins og 10 punda sleggja inn í hjarta mitt. My prayer for us today Bæn mín fyrir okkur í dag is we don't need to get to that place. að við þurfum ekki að komast á þennan stað. Because trust me, Því að þú getur treyst með því. if that's what it's going to take, Ef að þetta það sem þarf, God's going to take you there. þá mun Guð fara með þig þangað. You can decide, Þú getur valið. I'm going to do it the obedient, self-sacrificing way, Ég ætla að gera þetta sem sagt hlýðnis leiðina or God's going to do it his way. eða Guð gerir þetta á sinn máta. And I pray we allow ourselves today to make a choice for him. En ég bið þess að við tökum valið þannig að það sé í hans þá í dag. You know that you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you Þú have. kemst kannski aldrei að því að Jesús allt það sem þú þarft fyrr en að Jesús það eina sem þú hefur. The message of the title of my message today Titillinn á ræðu minn í dag, is just Jesus. aðeins Jesú. Not Jesus plus titles, Ekki Jesú pluss ykkur titlar, not Jesus plus fame, Jesús pluss ykkur frægð, not Jesus plus mansions. Jesús pluss ykkur stórhýsi. Everything I need for life and godliness I have in him. Allt það sem ég þarf til lífs og guðrækni hef ég í honum. To live is Christ. Lífið mér Kristur. If I put the old man to death, Ef ég deyði gamla mannin, that is
gain. Það ávinningur. Today, Í dag, God is here. þá Guð hér. He's tugging on your heart. Hann að toga í hjartað þitt. You need to make a decision today. Þú þarft að taka ákvörðun í dag. I'm not talking about your salvation. Ég Or ekki að maybe tala for some of you it might be. Ég ekki að tala hjálpræðið, kannski á það við einhver hér. I'm talking about you saying to God, Ég að tala að þú segir við Guð. today, God, Í dag, Guð. today, Jesus, Í dag, Jesús. I'm all in. Þá legg ég mig, þá ég allur inn. Help me to make the tough, difficult decisions. Þá ég heilsugar og ég hjálpaði mér að taka þessar erfiðu ákvarðanir. Lord, as we sit here, point out the things in our life that need to be dealt with and put at the foot of the cross. Og það sem við sýtum hér, sýnd okkur hvað þarf að deyja og hvað þarf að leggja við krossin. Whatever it might be, Hvað sem það let's deal with it today. þá skulum við bara eiga við það í dag. God is putting his finger on things in your life. Guð að benda fingrunum á ákveðna hluti. Don't leave here unchanged today. Ekki fara í hann bara óumbreyttur eða breytt. Have business with the Father. Eigðu samskipt og viðskipt við A föður. loving Father Elskandi kærleiksríkur faðir. who has the absolute best intention for your life. Sem hefur ekkert annað heldur en það allra besta í hyggju fyrir þig. And he wants to lovingly today Og hann vil á kærleiksríkarnar máta í dag. take you forward into the fullness. Að fara með þig inn í fullnustu sína. Will you go with him? Viltu fara með honum? In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.